að ég sé svona þreyttur af pólitíkinni eða því að starfa í pólitík. Þvert á móti. Ég hef aldrei verið eins mótiveraður í pólitík af því að ég sé hversu mikil þörfin fyrir að innleiða einhverja heilbrigða skynsemi, en fyrir vikið ég orðinn óþolinmóður af því að maður í svo mörg ár búin að umbera einhvað rugl sem að bara svo endurtekur sig. Ég var hérna í þessu eftir bankahrunið þegar að ríkisstjórnin á þeim tíma, fyrsta vinstri stjórnin, ákvað að nota tækifærið fyrst og fremst, ekki til þess að fara í þær aðgerðir sem ég taldi nauðsynlegar að verja hagsmuni Íslands í ICEF eða uppgjör við slitabúin og allt þetta og gera hér skynsamlega og eðlilega í stöðunni, taka slaginn. Nei, heldur lit á þessum tækifæri til að tróða Íslandin í ESB og hugsaðu, herðu, við erum hérna með reyna vinstri stjórn, það ekki víst að við hóum nokkuð tíman þetta tækifæri aftur. Við verðum að koma Íslandi þannig inn og þessna var allt samþykkt sem að kom frá Evrópu, Londonum og hvort sem að það var ICEF eða einhvað annað. Það átti að halda friðin við þá og hvatinn til þess að ná árangri strax fyrir Ísland á forsendum fullveldis, hann var mjög takmarkaður af því að það gengi gegn meginmarkmiðinu sem var að nota þetta sögulega tækifæri til að koma Íslandin í ESB og þetta ferli allt fer á stað og með fyrirsjáanlegum hætti. Það farið í þessar viðræður og ég var á þeim tíma bæði í utanríkismálanefnd og í samstarfsnefnd Íslands og Evrópusambandsins sem var sérstök þingnefnd vegna þessa. Og það var farið í ferðirnar út og það komu endalausir gestir heim út af þessar umsókn og ég vildi að einhverjir af þessum fundum væri til á upptöku því að þegar íslensku fulltrúarnir fóru að útskýra fyrir fulltrúum ESB, sérstaklega þessi vinstri grænu að því þeir þóttust ekkit endilega vilja færin. Sko, við værum að sækjum ekkit endilega því við ætlum að gangi Evrópusambandið, heldur bara svona til að sjá hvað var í boði. Sérstaklega eftir einu svona með utanríkismálanefnd og Evrópu fulltrúum í ráðherrabústaðnum og franski fulltrúin sem svona fór fyrir þeim hópi. Hann að hlusta á formann íslensku nefndarinnar vinstri grænan útskýra þetta. Já, sko, mikilvægt samt að menn átt sig á því að við erum í þessu bara svona til þess að sjá hvað býðst og svo tökum við afstöðu. Og hann var svona ætlaði að fara að setja sykurmóla í bollan og mista hann í bollan þannig að skvettist kaffi á skyrtuna. What did you say? I don't think I understood. Og það var endurtekið. Já, sko, við erum ekki endilega búin að ákveða allavega að fara inn. Við erum að sjá hvað býðst. Og hann bara hafði aldrei heyrt svona áður frá umsóknarríki, búin að vera í þessu, tala við alls konar ríki sem að þráðu að komast inn, Tyrkland og hinn á þessa. I have never heard this before.